Þetta var nú sætu sögur þó að þetta hafi verið erfitt að tína þetta inn. Já, þetta var kannski andstæða við Skagaleikin, við vorum ekkert að spila neitt sérstakan fótbolta og köflum bara frekar illa í fyrri hálfleik. En svo svona spýttum við aðeins í lófanum seinni og vörðumst vel og náðum að skora eitt gott mark. Hvað er það sem gerist þegar nú eru búin að spila mjög vel alla hina leikina en nú náðust ekki almennilega upp þetta spil? Ég held að það hafi nú verið fyrst og fremst kannski krafturinn í IBVF. Þeir voru mjög duglegir og óöfnir að fá ekkert út úr þessum leik en það er ekkert spurt að því í fótboltanum. Þægilegri staða núna að vera svona kannski aðeins nær efri partinum heldur en ef þessi leikur hefði farið jafntefli að tapast, það hefði verið svona við neðri við botninn. Já, þetta var klár 60 leikur. Þeir hefðu getað rifið sig upp fyrir okkur og við náttúrulega skilið á aðeins eftir og nálgast hina, þannig að þetta var bara kærkominn sigur hérna á heimavelli. Hvað með svona framhaldi, hvernig leggst það í þig? Það leggst bara vel í mig. Það er leikur eftir viku, móti Val úti og við ætlum okkur að sækja eitthvað þar, það er klárt. Hvernig finnst þér deildin svona að vera að þróast? Deildin er bara eins og ég reiknaði með það. Hún er hnífjöfn og Vestmannaeyingarnir eru óöfnir að taka ekki stig í Vesturbænum. Þeir eru óöfnir hérna í kvöld, þannig að þeir gætu hæglega að vera með fleiri stig. Þannig að það er ekkert gefið í þessari deild, það er alveg hreinar línur. Munar hver stig? Já, þetta verður þannig. Þetta verður slagur alveg hvern einasta punkt í hverjum einasta leik.